Aðstaða til íþróttaiðkunar í Múlaþingi hefur tekið miklum breytingum síðustu ár, til dæmis með tilkomu nýs fimleika- og frjálsíþróttahúss á Egilsstöðum. Aðsókn hefur stóraukist sem kom ekki síst í ljós á Íþróttaviku Evrópu sem haldin var hátíðleg í sveitarfélaginu nýlega. Aðstaðan í Múlaþingi til íþróttaiðkunar er orðin alveg svakalega góð. Við erum komið með þetta flotta fimleikahús hérna fyrir frjálsar íþróttir og fimleika og svo erum við með stór íþróttahús á Egilsstöðum og Seyðisfirði og Djúpavogi og svo erum við fótboltahöll á Borgarfirði yfirbyggða og flotta fótboltavelli og það er gríðarlega góð aðstaða til íþróttaiðkunar í Múlaþingi sem er bara nauðsynlegt vegna þess að íþróttastarfið í Múlaþingi er mjög öflugt og það er alltaf bara að eflast og við höldum að frá að sprengja utan okkur húsnæði og þurfum meira og betra alltaf. En íþróttaþátttaka í Múlaþingi er góð og við erum mjög stolt af því hversu margar íþróttir og greinar við getum boðið upp á hér í þessu svona þokkalega litla samfélagi. Erum við ekki alveg í nýju húsi hér? Jú, þetta er nokkurn veginn alveg nýtt. Þetta var tekið í notkun í fyrra og hefur bara gefið rosalega góða raun. Það eru svakalega margir skráðir í fimleika og frjálsarnar njóta líka góðs af þessu húsnæði og maður sér það líka bara hvað þjálfararnir eru ánægðir með vinnuaðstöðuna og maður þekkir að sjálfur sem gamall fimleikaþjálfari hvað það er mikilvægt að vera ekki að burðast með þungt trampólín á bakinu þegar tíminn er búinn og svo líka bara hljóðvistin er svo góð og það er svona margt sem hjálpar þannig að maður hefur lengri þolinmæði bæði sem þjálfari og iðkandi og kemur svona glaðari heim kannski. Og það stóð ekki á tilboðum fyrir almenningi í Íþróttavikunni? Mér fannst pínu að ég hef komist að einhverju leyndamáli þegar ég vissi þessari viku að við getum fengið í rauninni bara allt það sem við vildum. ISÍ stendur fyrir þessu og við erum búin að fá fyrirlesara, fengum Margréti Láru Viðarsdóttur fyrrverandi landslískonu og hennar mann sem er sjúkraþjálfari með svona fyrirlestur líkamlegt og andlegt heilbrigði íþróttafólks og svo erum við að fá prófessor úr Háskólanum í Reykjavík til þess að fjalla sérhæfingu í íþróttum og fyrir alla íþróttakennara í Múlaþingi og svo erum við með opnar æfingar í flest öllum íþróttum sem eru í boði sem eru gríðarlega margar. Við erum búin að fá alls kyns landsliðsþjálfara til okkar, við erum búin að hafa landsliðsþjálfara í fimleikum og landsliðsþjálfara í badmíntoni og þetta er orðið ansi stórt og svo eru líka meistaraflokkar eins og í körfuboltanum. Þeir ætla bæði að bjóða upp á opna æfingu þar sem að geta komið áhorfendur á meistaraflokksæfingu hjá þeim og séð hvernig þeim gengur æfingu og hvernig þeir æfa og svo geta þeir komið niður eftir æfingu og spjalla við þá og tekið myndir og gert það sem þeir vilja þar með þeim og skotið á körfu. Og þeir ætla líka að fara í skólana og vera í frímínútunum með krökkum að spila körfubolta og svona kynna þeim svolítið fyrir íþróttinni. Við erum mjög mikið að stefna á að sýna hversu breytt íþróttastarf er í Múlaþingi. Við erum með alveg frá dagskrá fyrir 0 til 99 ára í þessari íþróttaviku. Til dæmis vorum við með arabíska dansa fyrir allan aldur og zumba og alls konar. Þannig að já, við erum svolítið að reyna að hvetja bara sem flesta til þess að kynna sér bæði þetta öfluga starf sem er í boði og bara prófa að mæta. Þannig að við viljum endilega bara ná sem flestum inn í íþróttir og líka auðvitað efla íþróttir sem eru ekki endilega gerðar til þess að keppa, því að það er ekkert allir þar. En það er ennþá svolítið svona þetta mentalitet í íþróttum að menn þurfi að keppa, til þess eru íþróttir. En við viljum líka efla svona íþróttir fyrir alla og að fólk geti stundað þær á sínum forsendum. Einn af þeim sem fengnum voru í þjálfun í tilefni Íþróttavikunar er landsliðsþjálfari í fimleikum unglinga sem hælir áhuga barna á fimleikum í Múlaþingi. Mér finnst hann alveg gríðarlegur og eru rosalega flotti krakkar og hann er alveg frábært að eru komið þetta æðislega fimleikahús og það er greinilegt að þjálfararnir hérna eru búin að gera frábært starf og eru núna að koma góða vinnuaðstöðu í þokkabót, þannig að það er góð samsetning. Mér hefur alltaf fundist mjög mikill metnaður hérna í fimleikastarfinu á Egilsstöðum, þannig að mér finnst þetta svona kannski bara heldur svipað. Jú, þeir eru náttúrulega svona mikið að græjum eins og hérna í þessu flotta fimleikahúsi þá augljóslega eykst áhuginn og þegar þú þarft ekki að verja tíma í að taka saman áhöld þá þetta verður áhuginn meiri. Þannig að aðstaðan skiptir öllu máli? Hún skiptir öllu máli, sérstaklega í grein eins og fimleikum sem við erum að gera flókna hluti mjög erfiða og þá þarf að vera öryggi upp á lendingar og slíkt. Þannig að þetta skiptir öllu máli. Og hefur verið mikið lagt upp úr því hjá Fimleikasambandi Íslands að fimleikar séu fyrir alla. Það þurfa ekki allir að vera að keppa, þú getur verið á þínum eigin forsendum, bara fimleikar eru fyrir alla og heldur sem að standa okkur ótrúlega vel í því. Á hverju mælirðu það? Hvernig er kynjaskipting til dæmis?
Þetta er náttúrulega örlítið meira stelpugrein eins og staðan núna. Það er hallar aðeins á drengina en við höfum verið að hafa verið aukast þáttaka drengja í greininni og ég held að þetta sé búið að fara úr skiptingunni 70% stelpu, 30% strákar upp í 60-40, þannig að þetta er að gerast en auðvitað bara betur má þetta skal sko. Þannig að við viljum alltaf hafa fleiri stráka í greinina því þetta er alveg frábær íþrótt, bæði sem grunnur fyrir aðra greinar og svo er bara svo ótrúlega gaman í fimleikum. Ég kem frá Höfn í Hornafirði og byrja að æfa og þjálfa og færi mig hingað upp á Egilsstaði að þjálfa, flytt síðan í bæinn. Þannig ég er austfirðingur / sunnlendingur. Öll fjölskylda mín hefur verið í fimleikum, bæði frændur, bræður og já, bara allir sem hefur tengjast mig. Þannig ég hafði í rauninni ekki mikið val og ég heillaðist bara alveg af þessari íþróttagrein. En kannski það sem olli því að ég fór ekki lengra og hélt ekki áfram lengur er einmitt aðstöðuleysi og kannski þessi staðalímynd að fimleikar séu fyrir stelpur, sem það er alls ekki. Þannig ég er alveg viss að ef minn ferill hefði færst aðeins aftar þá hefði verið að horfa upp á öðruvísi tíma. Þá hefði ég örugglega verið lengur í greininni. Og það er margt að gerast í fimleikum í Múlaþingi. Núna er að hefjast alveg ótrúlega spennandi verkefni. Málið er að fyrsti flokkur blandaðsliðs hérna á Egilsstöðum er að stefna á Norðurlandamót unglinga sem er mót sem fer fram annað hvert ár á einhverjum á Norðurlöndunum. Og það er eins og ég segi, lið hérna að stefna á þetta mót sem yrði þá í fyrsta skipti sem að lið frá Hetti myndi komast á slíkt mót. Og ég var inn á æfingu hjá þeim í gær og þau lita mjög vel út og ég var svona aðeins að peppa þau, sjá fyrir sér að þau ætla sér þangað og ég held að við munum gera flotta hluti og gera að hér að spóa stoltan.